held að útsendingin sé fín. Já, hvernig er þetta? Hvernig er þetta hjá okkur? Hvernig er þetta, Kolbeinn? Já. Verið velkomin. Já, komið þið sæl. Við erum ennþá að renna yfir einhverja statistíkina. Herru, ég er komin tilbaka. Já, velkomin Róbert. Takk fyrir. Til hamingju með það. Já, ég er mjög ánægður með þá sem að leystu mig af og þig sérstaklega í síðasta leik hérna, þótt að hann er ekki alveg gengið eftir. Ég hafði mjög gaman að þessu, ég var að hlusta á okkur. Herru, ég heiti Róbert og aðstofamaður minn í dag er... Já, Aron Örn Heimisson. Já. Herru, ég ætla bara að byrja að renna yfir hérna liðin hjá okkur sem við erum með í dag. Við erum með Hauka henni í heimsókn. Þeir eru víst efstir í þessari ólífsdeild hjá okkur. Það ekki? Jú, það er eitthvað statík sem segir það. Já, og mér skilst það að þessu taplausir. Það ekki? Nei, þeir eru með 2 töp. Já, alveg. Þeir eru svona efstir með 31 stig og síðan er FH rétt á eftir með 26 stig. Þannig að sigur hér færi bara helvíti langar leið með deildarmeistaratitil. Eitt stykki titil. Það er tölum svona hreina íslensku og Já. horfum á þetta blákalt. Já, enda eru þeir alveg, sko, þetta er vel bakað lið, sko. Já. Það vantar ekki leikmenn í þetta lið, sko. Nei, það þarf að lesa. Já, ég ætla að byrja að lesa upp hérna lið andstæðingarna. Herru, númer 1, Andri Sigmar Skeving, númer 12, Björgvin Páll Gústason, númer 2, Tjörvi Þorgeirsson, númer 3, Geir Guðmundsson, númer 4, Adam Haukur Bamrúk, númer 6, Brynjólfur Snæði Brynjólfsson, númer 7, Orri Freyr Þorkelsson, númer 8, Atli Már Bárusson, númer 9, Guðmundur Bragi Ástþórsson, númer 10, Heimir Óli Heimisson, númer 11, Stefán Rafn Sigmarsson, númer 15, Halldór Ingi Jónasson, númer 17, Kristófer Máni Jónasson, númer 20, Jakob Aronsson, númer 24, Ólafur Ægir Ólafsson og númer 55, Þráinn Orri Jónsson. Þjálfari liðsins er Aron Kristinsson, Einar Jónsson og þeim til aðstoðar er Hörður Davíð Harðarsson og Elís Þór Rafnsson. Lið okkar heimamanna er eins og skipað þannig. Númer 1, Valtýr Már Hákonarson, númer 7, Lárus Helgi Ólafsson, númer 2, Ólafur Jóhann Magnússon, númer 3, Kristín Hanna Bjarkason, númer 4, Þorvaldur Tryggvason, númer 6, Stefán Darri Þórsson, númer 8, Breki Dagsson, númer 9, Mattías Björnhaug Daðason, númer 10, Sigurður Þorsteinsson, númer 11, Kristófur Davíð Sigurðsson, númer 18, Ægir Hrafn Jónsson, númer 20, Þorgrímur Smári Ólafsson, númer 23, Aldri Már Rúnarsson, númer 24, Arnar Snær Magnússon, númer 26, Arnar Róbersson og númer 27, Vilhelm Pólsen er mættur aftur í samverðina. Svo er Basti og Guffi og Haukur á sínum stað og Margrét Ársæls er 4. starfsmaður
Dómari leiksins Árni Snær Magnússon og Þorvar Bjarni Harðarsson og eftirlitsmaður Valgeir Egill Ómarsson. Já, það eftirlitsmaður, góða fréttir fyrir okkur. Já, mjög góða fréttir fyrir okkur, sérstaklega Sebastian. Já, ástæði fyrir að koma svona hikana þegar ég las upp Ægir. Ég sá hann ekki í uppbytuninni. Fékkstu stundarpaník? Já, ég fekk smá stundarpaník. Var hann ekki bara hliðlínu að taka ykkur að tegja? Jú, hann hefur örugglega verið með hérna trillitækið sitt hérna. Það titrar allt gólfið? Já, titrar allt gólfið. Það að gefa þessu smá titring. Já, herðu, ég veit fyrir víst að við erum að prófa allt aðra taktíka en við spilum vanalega. Hvað? Já. Ég ætla ekki að segja hvað hann er. Þið er bara komið staðið sjálf þegar við horfum á leikinn. Já, ég meina það gefur svolítið auga leið að það þarf að prófa eitthvað annað. Þetta er topplið Haukar og lið sem er að berjast að komast í úrslitakeppnina. Já, herðu, þá er leikurinn hafinn og við byrjum með Kitta í vinstra horninu og Andri er í vinstri skyttunni, Stefán á miðjunni, Villi fær að sjálfsögðu að byrja í hægri skyttunni sinni og Snæsi byrjar í horninu. Já, herra Pólsen er mættur aftur. Já, og Þorvaldur á línunni og Lárus í markinu. Er hinfæringurinn ekki á blaði hjá okkur? Nei, hann er víst meiddur á ökkla. Já. Ég teipaði hann í gær, þetta er 3 rúllur til þess að hérna púslunum saman. Hérna, Andri kemur í árás og svo Villi, 1 á Bamrúk og Stefán. Það tegja menn og... Já, urðu, skemmtilegu boltið hana. Stefán Dar... Hörðu, byrjar með látu. Bein setur hann bara yfir hausinn á Björka. Herðu, upp úr akkurat engu. Þetta var rosa. Já, herðu. Meira svona takk. Byrjunarliðið Haukamanna. Stefán Rafn er í vinstra horninu, Bamrúk er í vinstri skyttunni, Tjörvi á miðjunni, Ólafur Ægir í hægri skyttunni og má ég sjá, Brynjólfur í hægri horninu og Þráinn á línunni. Og Bjöggi að sjálfsögðu í markinu. Brjótið á honum, drengir. Já, þá er Stefán Rafn kominn á blað. Já, þetta þýðir það að markahæsti leikmaður Hauka sé ekki inn á, hann Orri. Já, það er svoleiðis. Það kemur Breki í árás, hann leysir inn. Og nú sækjum við hvað ætlar Snæs að gera? Kominn hann í vinstri skyttuna. Nú þarf að róa ekki. Já. Breki kemur út af og Arnar fer aftur niður í horn. 1-1 eftir 1,5 mínútu, eða við erum með þetta uppi? Að sjálfsögðu erum við með þetta uppi. Kolbeinn vinur okkar með allt undir kontrólina. Já. Það er maðurinn á bak við tjöldin. Hann er á græjunum. Svo veist Marri en á myndaðanum líka. Já, hann stendur sér svona aðalega. Új, erðu, liftir hún! Býttu nú við. Er ekki alltaf eitthvað svona á móti því að lifta? Er það ekki eitthvað svona... Jú, það er vist eitthvað svona vanvirðing. Já, það eru nokkur kíló þarna á milli. Já, 2-3. Þá fáum við Júkinn og Andri með helgaplássi, missi boltan, tapaði boltið þarna. Haukarnir koma hratt á. Já, þetta er Ólafur Ægir í hægri skyttunni. Já. Andri hefði getað stólið þessum og það er tekið hressilega á Ólaf Ægir. Myndum við ekki segja hann var uppalinn í fram? Nei. Ekki að taka það? Hann tók uppalinn á Selfossi sko. Nei, á Seltjarnarnesinu. Nei. En þegar hann var í okkur, hann var með sítt hár sko. Var í bolti hjá Lárusi. Nei, ég meina, hann tók titla í öðrum flokki. Það er saman sem uppalinn hér í mínum augum. Jú, alveg rétt. Andri heppinn að fá ekki ruðning á sig. Hörðu, þetta er tilgangslega spjald. Já, það er... Hörðu, já, hann að koma. Það er komið upp á númer 55, hann Þráinn Orra Jónsson. Hann er vægast sagt ósáttur með þetta spjald. Ég þarf eitthvað að segja honum það, þetta skiptir engum máli. Nei. Bara heppinn að fá ekki 2. Hörðu, þá kemur Snæsi út af og leikmaður nummer 2. Ólafur Jóhann Magnússon kominn í hægra hornið. Snæsi klóra sér í náranum og tillir sér á bekkinn og kemur sennilega ekki meira við þessum leik. Getur bara sagt ykkur, því miður. Þá er bara Óli Kúl, sá óheðalegi mættur inn á. Já. Og niður í horn, erfiðu boll að Kitta. Við erum ekki að finna leiðir í gegnum þetta. Við getum bara svona til að byrja með allana. Lætt honum inn á Þorvald, jæja. Andri setur hann! Já. Bjöggi bara, hann frosinn í rammanum. Já, hann er eins og sé límtur við gólfið. Já, hann var svolítið þannig stemning. En nú þurfum við að fá stopp. Brjóta á hann, drífur hann í sig maður. Já, vel gert Andri. Jétur Ólaf Ægir. Já, þá bara að róa þetta niður og já, skemmtilega varnaruppstilling hérna í 3-2
3-2-1. 3-2-1/5-1 með að túlka þess að þeir vilja með Þorvald fyrir framann, Breka fyrir aftan, þetta svona... Eins og við segjum, þetta ekki okkar hefðmuna 6-0. Nei, þetta eitthvað nýtt. Þetta eitthvað nýtt. Og já. Herru, Andri bara braut mjög vel á honum Ólaði. Hann búinn að vera með inn í Rasmussen minna. Rólur, 5 mínútur búnar. Já, kemur Stefán hérna og Ólaði. Og það hávörnin frá Stefán þar. Hann kemur allalegur hægri skittinni til að pakka honum saman. Já. Virkilega ánægilegt að sjá þess að vörn allan svona að byrja. Brjóttu! Þarna, já. Vel gert, Stefán. Stefán Rapp fyrir utan. Það hlýtur að koma eitthvað færsla væntanlega, eða hvað? Já, Ólafur Lárus Andri og hann fer alltaf leið og fær fríkast. Sko bekkurinn hjá Fram er brjálaður yfir eitthvað sem gerist hérna hinum endanum. Það hann slægir hérna í hann. Herðu, Stefán Rapp, getur sagt, ekki hann? Jú, þetta er Stefán Rapp sem að slá henni. Þetta er bara mjög óheiðarleg framkoma, getur bara sagt ykkur þetta er bara handbolti og hann slær frá sér í andlitið. Það er bara eina sem gerir, þið getur spólt tilbaka og séð þetta. Já. Annars sendir bara mail á Tokkjatfram eða eitthvað ósátt með þetta. Já, Tokkjatfram.is. Stefán Darri er búinn að harka þetta af sér, en það þarf mikið til þess að hann fari út af. Já, þetta var íþróttateip á baki, er þetta eitthvað vesen áfram með þetta? Já. Þá er staðan, hún er bara ennþá 2-1 fyrir okkur frömmurum. Gaman að sjá hvað Bamburg og Óli er að mæta hérna bara algjörlega úti, mæta hressilega. Þar sem línan er ekki, þeir að koma framalega út, basically. Það er Já, nær honum inn á línunni! Það er víti. Gert! Glæsilega gert hjá Þorvaldi. Sko það er eitt samt að hann Stefán hefði alveg getað bara skotið hérna sjálfur. Já, þetta var nú heppnað mark og þá fer sá óheiðarlega á punktinn. Já, það er doldið svoleiðis. Hann mun skjóta hérna í nær og mun detta framfyrir sig í vítinu. Sjáu þið þetta? Nei, heyrðu, hann datt bara framfyrir sig en fór ekki tónið. 3-1. Þá koma Haukarnir hérna hratt á. Stefán ætlar að éta. Þeir ætla eitthvað blett. Hætti. Nei, heyrðu. Nei! Herru, sko, ég ætla ekki að lalla að varin bolta hérna. Já, það er eitthvað skammarlegan. Það var aldrei að mæta í samanbyrjun og leika sér. Já. Það er svolítið þannig víbrur hérna hjá Haukum svona í byrjun leiks. En það fá þeir allt gefins mjög oft. Þú vilt meina það? Já, ég vil meina það. Þetta eru orðin hans Róberts Árna, ekki Arons Arnar. Ég veit það. Bara að hreinu. Og... Já. Ég nenni ekki einu að lýsa þessu. Nei, þetta... Herri, þá fer Stefán Rapp á punktinn. Hann bombar yfir hausinn á honum. Nei. Stefán Rapp með sitt annað mark í dag. Já. Og flott í honum. Herri, staðan er 3-2 eftir tæpan 7 mínútna leik. Áttu þeir ennþá að vera með boltann, eða? Eftir þennan fiasko offa sirkus. Já, mér skilst að fór í fótinn á einhverjum aðeinslega. Þetta er Fram TV, ég ætla að minna fólk á það sem er að drullu yfir kallinn. Við erum ekki hlutlausir. Alls ekki. Þetta er ekki Stöðvar Sport. Nei. Það kemur Andri á Stefán Darra. Andri aftur í skotbrot. Já. Andri er on fire hérna. Já, hann er búinn að vera heitur í senstu leikjum. Já, hún kemur Tjörvi. Brotið. Já, það er ekkert opið. Þetta er að vinnast ágætlega eins og er, en spurningin er hvenær finna þeir opnanir. Já, þeir fundu hann ekki núna. Nei. Já, nú Tjörvi eitthvað. Tjörvi er alltaf með eitthvað handahreyfingar en segir aldrei neitt. Já, hann er að stjórna leiknum. Eitthvað sem að... Já, hún kemur eitt vinstri. Mjög gott að hafa eitt svoleiðis í liðinu sem getur stjórna leik. Þetta er svolítið bara stærðin. Það er ekkert annað. Það er svo erfitt að vinna sér fram fyrir þetta. Já. Og eins og Bast er að segja við Óla, vinna sér fram fyrir. Það var að tala um. Hörðu. Sjá Óla! Fleygir sér á eftir honum og nær hún. Það var rosalegt. Róbert þannig mistaði þessu. Hörðu, þú voru að segja mig hvað gerðist. Já. Það var bara tapaði bolti og einhvern veginn náði svo óheiðarlega honum. Hann tapaði bolti á Óla, en hann náði hann svo aftur? Það var tapaðir á Breka og Óli náði hann aftur. Þú getur túlkað þetta svo vilt. Já, ok.
En ég myndi sitta að tapa hann og breyka. Já, ok. Ég bara fylgist með því. Hér Stefán. Já, fínt Andri á miðjuna, hann að skora þar. Og Villi! Akkur fór ekki Villi alltaf leið? Getur ykkur saman það? Ég skal spyrja hann. Þetta bannaði færið með það. Og það bara eins örugt mark og það verður frá honum Brynjólfi Snæ með sitt fyrsta mark í dag. 4-4. Það þýðir að mig vantar eitt mark. Nei, mig vantar ekki eitt mark. Já. Við erum með leik. Það er aldrei svo leiðis. Ég haft í járnum eins og maður segir og bæði lið eru svona að keyra fyrir að taka fyrstu og annað tempó og síðan stilla upp. Við framar erum svona að finna okkar mörk bara í skotum fyrir utan. Mjög svona eitthvað. Já, þarna gekk það ekki. Það er það fyrsta varða. Nú koma Haukarnir hérna hratt á og ef við náum, við náum ekki að stoppa. Bara frábær rykking hjá Þráinn. Þráinn er alltaf að geta okkur núna. Hann er svolítið bara hérna á línunni. Þetta er svolítið eins og Heimir Óli bara hérna í den. Já, er þetta þriðja markið hans eða fjórða? Þetta er annað. Hann fiskaði lítið á hann. Og Óli inn í teig sko. Nei, það er lungu búið að breyta honum fyrir það. Já. Herru, það voru 10 mínútur liðnar og Haukar eru búin að vinna sín í leikinn eftir, ég ætla bara að segja, þetta var erfitt start hjá þeim. Við byggust ekki við þessu frá Basta en ég þurfa að veða að Basta hefði viljað halda þessu aðeins lengur og kannski gerir þetta það. Ég bara er svona aðeins að henda út í kosmosinn mínum kenningum. Herru, fyrst í Kaíró á 10. mínútu. Já. Sjálfsögðu. Íslenskur handbolti. Smá Egyptaland. Sjá, góða rykkingu þarna, já. Frábær rykking á Þorvaldi en Andri sá hann ekki og sett hana á allt og framalega á Herra Pólsen. Það var bómrúkinn og Tjörfi. Lappir þarna maður. Brynjólfur brjálar að fá ekki sendingu í hornið frá Óla þarna. Nei. Herru, við höldum eftir ennþá þessari 3-2-1 vörn okkar. Já, herru, sjáu þetta. Óli mættur framan. Hann ætlar ekki að leyfa þetta aftur en þetta gerir samt. Það er rosalegt hvað hann fær að vera að halda í hann einhvern veginn. Þá er hann komin í þriðja markið. Þetta er þriðja markið hans? Já, þetta virðist vera svolítið. Leikar. Þráinn með fínust. Herðu, það er brjálaður hiti hérna. Herru. Já. Bjöggi hefur eitthvað öskrað á hann sem er náttúrulega bara. Dómarinn veit bara að menn taki fríkasti. Já, þetta er nú full hart greið Stefán fyrir barðinu þarna. Haukarnir eru náttúrulega harðir fyrir og Bjöggi lítið í sér heigra hana. Nei, hann bara öskraði andlánu þegar hann liggur niðri. Já, þú veist, ef ég væri framari, ef ég væri Haukamaður myndi ég fíla en ég er framari þannig, ég fíla þetta ekki neitt. Skammast í Björgum. Frá Fram-TV. Það er þetta. Ógeðslegt. Nei, Stefán var góð núna. Þetta kveikir í Stefán. Já, ég fíla hitan. Hann byrjaði að koma að gufa út úr eyrunum á honum sko. Ég fíla góðan hita í leikinn sko. Þetta er eitthvað, já, og þá urðu. Hvað, Þráinn hann tekur axlina á dómaranum. Hóða yfir. Ég er að segja þér, þetta er eitthvað tengsl milli dómara og Haukamanna. Hendin er komin upp. Ekki góð sending á Stefáni þarna. 3-2, Ólafur Ægir sendir á Brynjólf, Brynjólfur inn og skora Brynjólfur með sitt annað mark í dag og þá taka Framara leikhlé. Getum bara sagt ykkur það sem er að vinna þetta, það sem er að koma Haukunum svona framalega er bara þessi vörn hérna. Já. Þetta er eitthvað smá föst vörn fyrir. Var ekki staðan 4-2? Jú, þetta er. Staðan var 3-2, svo skoruðu við 4-2 og svo. 4-2. Og síðan er bara komið upp í 5-0 kapli. Já, og þá að gera að taka leikli aðeins að samstilla menn og aðeins að endurstilla þetta. Því Basti fari kannski bara sem að hefur verið að ganga fyrir framarana svona einu, svona sem ég. Nú spyr ég bara. Já. Kasta út úr kosmosinn. Já, Ronni Mike. Takk fyrir það, Jón Ingi. Ronni? Nei. Það var ekki að festast. Þetta er bara eitthvað trúður. Endilega reportið hann. Já, er þetta eitthvað lagagómur eða? Nei, þetta er bara trúður. Það þarf ekki að vita meira. Já, herru, hver er markaðistur hjá Haukum? Getur þú saman það? Herru, markaðistur er Þráinn með bara stærðina sína.
Já. Hvað sér, hann markaðistur út af stærðinni sinni? Já, ég vil minna það. Bara, Óli bara undir út af stærðinni sinni. Það eina. Óli það ákveðin styrkur í honum. Já. Herru, Snæsi kemur aftur inn. Já, Snæsi komur aftur inn. Ég fullyrði hérna áðan að hann kem ekki aftur inn, en þá aldeilis að pína kallinn maður. Já, Basti ekki ánægði með forvinnuna á honum Óla. Já, þú veist. Þið heyrðu þetta? Já. Basti að eiga orðasamskipti við hann Valgeir Egil Ómarsson, eftirlitsmann. Já. Ég líka alveg sammála á honum. Já, þetta búið að vera askoti svona, en Haukarnir eru harðir fyrir, við þurfum að virða það líka. Já. Sjáu þið, þarna, Kitty mætturinn, ómættur á línuna. Kitty mættur. Hefði viljað væri búinn að þessu fyrr, en það kom. Já, þetta var gott timeout. Þetta er of easy. Við vinnum svo mikið fyrir mörkunum og svo kemur eitthvað svona bara einn engobrengur og málið er dautt. Já, ég meina þið sjáu bara Holling. Hví flautar? Akkur þetta flauta? Nú stöndum við báður upp hérna. Hann Árni Snær flautar þarna, vill meina að Andri hafa tekið skref. Haukarnir bara heppnir að fá ekki mark. Jesus maður, þetta er ekki hægt. Þetta er ekki boðlegt. Þetta er ekki við bjarga. Ný. Getur vel verið að þetta ekki skref, en þetta er ekki við bjargandi. Já, nú tökum við hotnajóka og svo tökum við langa klippingu. Já, við erum svolítið búin að vera þessu teygja þarna á þeim. Stefán einn í gegn. Og sækir í víti. Já, og Óli liggur eftir. Já, það fær hann bara fyrir að hanga í öxlinn á Stefán. Þarna væri ég til að sjá tilgangslösa gulaspjaldi. Nei, komið, þannig að beint í tvær. Herra óheiðarlegi, mættur á punktinn. Með íþróttateipið sitt á vinstri löpunni. Móti Björga. Björga? Á móti Björga. Hann vippar, sjöðu. Nei, hann er ekki látið detta. Nei. Hann er náðu þessu. En það er klúðra víti og bara Björgi stóð í lappinnar. Já, hann náði báðum höndum á þennan bolta. Já, þetta var bara mjög hart, þessi varsla. Já. Vel. Hann spilaði vist í landsliðinu einhvern tímann. Hann hafði okkur 1-2 þar. Já. Herru, þá er Atli búinn að vera inn á eða? Nei, nú er Atli Báru, Læðan er komin inn. Læðan er mætt. Með alla sinn skriðþunga. Eitthvað erfitt að grípa boltan fyrir kallinn þarna. Já, jettan Stefán. Já, og ekstra push. Það er nú komið nokkur fríkost í leikinu. Við erum komið með 6 fríkost, það er samt bara 2 aðilar með þessi fríkost hjá okkur. Hanna kemur fyrsta skoti hjá hann Tjörva. Já, fyrsta skotið og með því fylgir fyrsta markið. Já. Mér skemmt að sé nummer 2. Já, þetta er svona markmannstala. Stefán Darri. Ekkert að frétta hana. Nei, þessu ég er búinn að vera að prýtsa. Þetta er mjög erfitt að fara í gegnum þessa vörn. Horfið bara á stærðamunin á liðunum til að byrja með. Þú veist, ég vil meina að vilja sé ágætlega stór í íslensku deildinni, en síðan er bara Svo mætum við Þráinn þarna og Stefán í hristinum sko. Já, það er eitthvað sem þetta er svona alíslenskt. Já, bara höfist. Því stæðstu. Það er svona alíslenskt, þá meina ég svona íslensku deildina. Já. Fyrir þá sem ekki vita, þá er Stefán Rafn hotnamaður. Já. Hann prjóna sér þarna í gegn litla Duracell kanínan eins og einn ákveðið maður kallar hann. Já, Andri Már með sér 3. markinn í dag, hann kemur Tjörvi. Og hvað? Í dag. Einhvern veginn. Brynjólfur eða ekki? Það ekki? Jú, Brynjólfur með sitt 3. mark í dag. Er að halda í þessa 4. marka fórustu sem unnu sig fyrir hérna. Já, fínt tæma á Basta. Við erum ekki ennþá að missa niður. Hann er eitthvað að skerpa á sóknarleiknum. Ekki varnarleiknum, sóknarleiknum. Nú leysir Kitty út og Stefán. Bjöggi með geggja af vörslu, en hann fær ekki allt kreditið því að hann er bara í Haukum. Tjörvi, sjá hvernig færa boltan og Lárus ver boltan út úr húsinu. Út úr húsinu, bara út úr salnum. Það þarf að ná í boltan alla leið. Já, þarna kemur hann. Þetta var flott.
Maður þarf að rífi myndalinn það fyrir Marra, hann er ekki alveg með að reyna að zoom inn. Þetta var skemmtilegt. Nú er Geir komin inn á og var hann að toucha boltan á 16. mínútu. Já, þetta er frábært. Þeir hafa bara Geir til að skipta inn. Þetta er aðeinslegt. Bara Geir Guðmunds mættur inn, bara svona bekknum. Já, bara svona bekknum. Alveg bara umöðluðu bekkur hjá þeim. Herra, já. Vinni sér bara opið í fjær og Læðan er bara... Læðan er steinsóðandi. Afsökunar fyrir þetta. Og Bjöggi líka ekki sáttum með síðan það. Já, þetta var nú bara nokkuð. Þetta er skref. Já, ykkur dans þarna. Þetta var bara eins og bara að vera í danstíma. Nú kemur Læðan á Geira. Geiri hvað með yfirvöldafittum. Hann er Nei. Vá, hann ætla bara að detta niður svo hann verið skotinn. Já. Andri heldur honum. Herðu, En það er ykkur sem er að fá tvær, en ég lofa þér í dómarinn. Þeir hafa ekki hugmynd um hver sló. Horfðu á þetta. Þeir hafa ekki hugmynd, þeir eru að spurja. Já. Nú er ég að horfa á þetta í endursýningunni. Já, ég veit þetta er Stefándari, þeir náðu þessu rétt? Já, rósa það. Þetta er bara hárréttur dómur. Já, þetta var rétt. En mér finnst þetta skemmtilegt hvað Geir ætlaði að hrynja í jörðina, sko. Hann bara gaf undan lappirnar. Já. Hann er vist ennþá á njánum. Er hann ekki frá Akureyri? Ég held að menn frá Akureyri byggður úr einhverju öðru. Já, hann er staðan upp og við framarar einu færri, staðan er 7-10. 17 mínútur liðnar leiknum. Nú sækir Geiri frá, nú kemur Tjörvi með eitthvað skemmtilegt. Já, þá fáum við þetta bara Brynjólfur inn og já. Nei, Herru, sirkus nr. 2 og algjört fiasko eins og svo fyrri. Já. Móðalega að vera með sýningu hérna en ekki að ganga upp. Abba bói. Aðeins að grilla menn. Aðeins að grilla í þessu. Okkur ert að stilla þetta upp í svona, hvað veist? Það er bara að vera með dólk í samanmerina. Já. Það er bara fínt, þá fáum við eitthvað gjammi yfir hérna. Já, ég er gaman að þessu. Dúrasir kannan læðir inn mörkunum bara hérna hægri vinstri. Bjöggi kasta boltanum allt og langt og Lalli náði ekki allir boltanum. Þetta var eitthvað erfitt að láta hann leka inn. Markmaðurinn sjálfur, Heimir Óli þarf að taka hérna auka 29 metra. Og hann er kominn í, þá kemur varamaðurinn Heimir Óli inn. Þetta er alveg eðlilegt. Já. Nú kemur Geiri á Tjörva. Góð vinsla fram. Já, Breki. Breki með góða fótavinna. Já. Tjörvi tekur... Nei. Frambekkurinn er æfur og ég verð bara að segja sama. Já. Það er spjald á bekkin. Þeir eru að spjalda bekkin fyrir að vera með allt lóðrétt. Ég bara hringi í mig ósátt með að ég sé gjammandi í dómarinn. Þetta er bara kjaftaði. Þú ert inn á já.is eða ekki? Ég er bara leikmaður auðlýsins, sko. Ég er ekkert í... Þannig að við mistum af þessu Róbert. Jesús minn góður. Ég er að vinna í þessu. Fáðu þér iPhone, þetta er ekki hægt. Hættu þessu. Herðu, já. Og sjá. Já, sérðu, þetta er náttúrulega bara tíkrip á Tjörva þarna, sko. En ok. Já, ekki. Herru, nú erum við á nýja margir. Já. Andri. Með... Já, halda flæðinu. Það er svona eina spreki. Já, gott ódýrt fríkast þarna. Já, nú fara Haukarnir að grenja bara eins og þeir gera best. Ég er með vælubílinn nefn að standbæði hérna. Já. Já, við kemur Andri aftur á hotnamanninn og Breki með Villi. Nú! Fær 92! Læðan, fær 2. Herru, Nú ert þú að telja eitthvað, hvað ert að telja? Ég get ekkert haldið í tölfræðina. Er ekki HP Stats í gangi eða? Jó, það er þá þarf ég. Sjáu þið, nú kemur Bernhöf. Mættur inn á eftir veikindafrí. Já, hann var í einhverju massíum veikindum, elsku kallinn, en hann er mættur. Já, hann skorar á... Sjáu bara, niðri, hægra meginn. Mark er mark. Hann erum við.
Basti eitthvað að fara yfir þetta með honum. Ég sagði hérna bara samt mark en mark. Já, ég sagði mark en mark. Herðu, Orri Freyr Þorkelsson mættur í vinstráni. Enn einn varamaðurinn. Hann víst að fara í atvinnumennsku. Og kemur Heimir hérna. Hann ekki að flýta sér. Kemur Bamrúk og Ára Geiri og gult spjald á Breka. Gott tilgangslaust gult spjald. Nei, þú veist, af hverju? Þú veist, þetta bara nákvæmlega sami leikur. Af hverju Breki líka geta ítt Heimir Óla niður? Ég meika þetta ekki. Nei. Ég töðandi. Og þá Tjörvi kemur í langa klippingu við Adam og Kitti næstin að stila boltanum hana. Frábæð vörn á Kitta. Já, nú þurfum við að klára vörnina. Það var mjög fínt. Tjörvi með sér Heimir dead. Og Kitti bara stelur boltanum og það auðvelt mark fyrir framarana. Þetta er flott. Já. Þetta er fyrsti náði boltinn okkar í dag. Það er fyrsti unni boltinn. Og staðan hún 10-11. Já, 9 mínútur eftir, heyrðu. Það er leikur maður. Já, það gleyndum að segja það á hann, en Haukarnir er ennþá einum færri. Já, fólk getur bara séð það. Það er svona Bjöggi ekki í markinu. Ok. Stefán mættir vel út á móti Geir. Frábær vörn hjá honum Stefáni, vinn okkar. Pakkar honum saman. Þriðja fríkastíð á sér. Takk fyrir takk. Nei. Djöða, það er nú vilja. Bamrúk, Tjörvi. Já, aldeilis að taka af tíman. Já, Bjöggi mættir í ramman. Já, sér reynsluna á honum. Hann fer hérna meðfram hliðalínunni. Já. Hann er ekkert að... Hann er að fela sig ennþá. Hann er að fela sig. Vil ekki að sýnt ykkur þetta en... Þetta er bara tapaður bolti. Ekki skjóta. Bjöggi er að fela sig. Já, Snæsi hafa búin að spotta þetta. Það voru allir bekkurum búin að spotta þetta. Mjög skemmtilegt. Það er mjög gaman að þessu. Ég hef aldrei séð þetta. Það er bara þetta, ég er ekki nógu... Hefur þú séð þetta? Nei. Það sem gerðist var að Bjöggi, hann lampaði inn á völlin og fylgdi hliðalínunni alveg út í hotnið. Sko. Þannig að þegar Fram myndi vinna boltan, hann myndi skjóta og Bjöggi myndi bara hoppa í boltan. Já. Þetta er eitthvað sem er kennt í landsliðinu. Nei, ég held að þetta sé svona eitthvað sem þeir bestu bara fatti sjálfur. Það er ekki að kenna þeim allt, sko. Nei. Já, það er líka skemmtilegt að Bjöggi, hann í hlaupa, sko, með ekki? Guð, ég veit það ekki. Ég veit bara ég reyna að kíkja á þetta eftir. Hann er á samningi á að kempa. Já. Nei, þetta er ekki skref. Ódýrt skref, en það er bara Haukabekkurinn kalla skref og þeir fá skref. Þeir fá skref. Jesus. Geiri með... Út af Aron. Já, Geiri með góða yfirhundsfötu en Breki brýtur bara á honum. Breki borgar fyrir þessi ódýru að tapa á bolta. Því líka. Þetta er algjör leikþáttur. Nú eru fleiri varamenn að gera sig klára hjá Haukum. Mæta á Bamrúkin, gera vel. Þetta er bara skref, hann er lendur. lendur. Stefán getur Geir þarna, þá er það Póls. Já, léleg. Hvernig nær hann að skora þarna? Þetta ekki. Orri fer bara inn á demandum og heldur sér í topplistanum yfir markaðustu leikmenn Hauka, en hann er bara hæstur. Breki með skemmtilega skiptingu í miðri fyttu með höndunum sínum. Sorry, við þurfum að greina þetta skot hjá Orra. Hvernig skora maður úr þessu? Hann fór inn á demandunum og hann setur sko einhvern veginn úlið niður eða svona höndina niður og veit ekki alveg hvað ég ætla að segja hérna. Hann einhvern veginn slengir honum upp í þagneti. En það er þetta verðandi atvinnumaður. Já, það er 100%. Ég er búinn að segja þetta svona 7 sinnum minna. Breki skýtur beint á og Snæsi nær hérna hoppa næstu. Já, þjálfari Haukan Aron. Það náðist ekki á kameru. Nei. En það er Snæsi. Hotnið. Stefán með tapaðan bolta. Stefán tapaði boltanum, þetta var ekki nóg mikið ákefð í þessu. Þá koma Haukanir hratt á. Geir ætlar alla leið, fer alla leið með 1 og 2. Stefán var ekki Nú er að skilja Geira eftir. Já, hann er eitthvað búinn að hægja heim. Ákveð að leysa inn Snæsi minn. Við hefum nú ekki viljað fá Snæsi inn á línu þarna. Við erum með frábært view á þjálfarana hérna uppi, ég getum orðað þannig. Þegar menn gerir eitthvað og þá sé maður viðbrögð. Það þarf ekki að vera neina orð. Nei, það er nú að leysa Kitti inn. Já, hann kemst nú ekkert mikið lengra.
Leysi Breki inn og kemur Villi árás. Þorvaldur Rikkir. Stefán bara upp í skóð. Já, klötsar þessa svo. Stefán með sitt annað mark. Á kemur leikmann nr. 9 Guðmundur Bragi Ástásson sem pakkaði saman framu helgina. Fýll leikmaður sá. Enn eitt varamaðurinn. Já, þú veist, come on. Hann þriðji maðurinn og þetta var í starter í mörgum liðum í þessari deild. Hann í starter í IR. Robert. Hvað? Hann starter á mörgum öðrum stöðum. Nú? Já. Þannig, nú kemur hann og hvað? Leitar að... ég ætla bara... Stefán með... Sjáðu Kitta! Stefán og Kitti fer alla leið og skorar! Kitti minn. 13-12. Þetta leikur. Framarar að gefa Haugum hörkuleikarn í dag. Frábær vörn hjá honum Stefáninni. Já. Heyrðu. Heimir þetta heyrðist í hann svoleiðis rauðsæti. Ég held hann hafi beiglað annan skóinn hérna sko. Nei, annan stólinn, ekki skóinn. Það flott. Byrju, ef ég hef gert það, þá potið ekki 2 mínútur sko. Doggat3.is sætur á reikning. Hann hlóði þetta maður. Upp í sama frænda maður. Þetta var rosalegt. Og Villi linda vel, Brekið, feikar 2, út í horn, þetta dæma, Nei. Árni Snær, þetta ekki rétt, hann dýfir sér niður. Bammerúk ætlar ekki að skjóta á markið, sýnist mér. Ég held við þurfum fyrir næsta leika. Hann liggur í varnarskiptingu. Ég held að fyrir næsta leika þurfum við að græja kameru á Basta, bara front face. Nei. Fólk getur mætt í hús. Fólk getur mætt í hús fyrir það. Það content. Við getum orðað hann. Það content í heimildamind sko. Hann var ekki sáttur með... Já, hann var ekki... Lárus með varinn bolta. Breki sé Snæsi 5-1, 1 og 2. Skorar! Tekur rúluna sína og... Hver gaf á Snæsa? Breki. Brego. Það var Herra Fjölnir fyrirvandi. Herra Fjölnir. Guðmundur. Frábæra hreyfingar hjá þeim dreng. Já, en það ekkert að frétta. Herru, hörkuleikur 13-14. Já. Yfirleitt hafa nú Haukarnir verið búin að pakka saman öll liðum bara svona eftir fyrstu 10-15. Skulum ekki jinxa þetta, Nei. En við erum bara búin að hafa 14 mörk með Haugum á okkur og skora 13. Við tökum það. Við höfum alltaf tekið þessi í fyrri hálfleik. Í fyrri hálfleik, já. Fyrir leik. Nú kemur höndin upp, skemmtilegt. Já, þeir eru ekki einu færri. Þetta lúkar svolítið þannig spilleikurinn. Já, Þorvaldur með... Já. Hvað er verið að gera? Halló! Það aldeilis. Geiri, Já, herru, hann eitthvað... hann er að byrja skiptingu. Já, Já, haldur mann... Villi með 1 og 2 skor! Vel gert, Villi. Nú skokka Geiri út af. Já, hann mæti bara Ólafur inn á þess að ég ekkert sé heller. Já, og kemur hérna Haukur Ólafsson. Sjúkraþjálfari hjá... Já. Nei, ekki, fyrirgefðu. Elías Þór Rapsson, fyrirgefðu. Ég las vitlaust. Og það ekkert, við veit. Vel gert hjá Stefáni, trublar hérna Júka. Elías kendi mér í háskólanum. Robert, við erum í útsendingu hérna. Já, ég veit það. Erðu? Frá inn og Haukur! Mætir bara. Jetinn! Það þarf líka að geta skotið að línni. Já, það ekki nóg að vera stór. Aron Games. Aron Kristjánsson tekur tæma. Hann vil fá 23 mörkin í hálfleikin en við framarar þurfum bara að gera... Já, bara eins og við erum að gera. Við erum að pakka á, ég staðinu. Nú viljum við fá Zuma og Aron, hann ekki með taktiktöflu. Nei, þetta er búið að vera svona trenda síðustu dag. Og hún er bara ennþá í töskunni. Hún er ennþá í molten töskunni. En Aron er basically, hann er að fara bara yfir eitthvað kerfi. Hann er með handarhefingarnar. Aron er bara að fara yfir eitthvað kerfi sem hefur verið farið yfir. Hann er að biðja læðina að... Ég reyna að skoða þetta eitthvað. Eitthvað segir mér að biðja læðinum að koma í meiri árásbreytt og skjóta... Nei, það kemur rykking undir og það verður lína frí.
Hann bara aðeins að gefa mönnum tíma til að anda því að Framarar eru búin að vera að vinna vel á. Já, það er alveg svoleiðis. Já. Er þetta ekki fyrsta... Nei, þetta er ekki fyrsta tímabili á Þorvari og Árna dómara í efstu, eða það? Nei, þetta er margra ára reynsla hérna á baki. Rólur. Geiri er bara með kælupoka á olnbónum á sér. Hann hefur fengið eitthvað högg í bæseppinn á sér. Já, bara skotið og fast. Eða skotið og fast, annarkvort. Herri, já, þá kemur eitthvað sem Aron var að teikna upp. Já, Stefán lyftir upp og svo bolti tilbaka. Já, Guðmundur hérna bara að... Já, ég er búinn að segja ykkur það, hann er frábær. Finnst mikið við drullaginn yfir Haukamenn, þá er þetta frábæri leikmenn, ekki miskilja mig. Þetta er frábærlega gert hjá Breka. Þetta er allt Breki. Nei! Þetta hefur verið mikilvægt mark fyrir okkur Framara fyrir hálfleikinn. En glæsilega gert hjá Breka. Bara gefum honum það. Ólafur kemur hratt á, finnur Þráinn sem að nær boltanum ekki. Fram að koma hratt á. Ætlar að róa, sjást næs, nei, heyrðu. Þú skulum bara róa Breki minn, þú skulum róa bara. Þú skulum bara róa þetta nú. Ok, 15 sekúndur eftir. Nú er það frábært fyrir Framara að fá allan 1 mark. 10 sek. Við stillum upp í okkar ástæðla kerfi. Villi, með klipping. Já, aftur klipping og það koma skot. Skjótt. Yes! Herru, Wilhelm Poulsen með algjört klöts. Herru, segðu Aron Kristján. Aron. Myndatökum að náðu þessu. Ekki. En einhvern morð á þannig að Aron, hann þjálfari Hauka, tekur sprettinn inn á vítapunktinn og lætur menn gjörsamlega heyra. Sko, við erum með svona headset á okkur, ég heyrði klappið á hann bara. Já, bara láta menn heyra. Já, ég er ánægður með þetta. Ég er gaman að þessu. Já. Marri er auðvitað ekki að standa sig á kamerunni. Það er bara svoleiðis. Það er alveg svoleiðis. Ég fer yfir þetta með honum í hálfleik. Herru, við ætlum að mjúta okkur og við komum að vörmu spori.
Já. Við erum mættir aftur. Allt klárt. Allir búin að vökva rattböndin og allir klárir í slaginn. Já. Þetta ekki bara til í þetta? Jú, ég bara... Já, ég ekkert eðlilega sáttur með þessa frammistöðu hjá Fram svona í byrjun og eftir leiklið. Það kom hann kafli sem að svolítið að... Það líka eitt í þessu. Leið og við mjútuðum okkur og ætlum bara að trítla fram á klóið og aðeins að slaka á. Þá voru menn aðeins að kjafta á tímaborinu, Aron. Það var einhver hiti. Það var einhver hiti mitt í þjálfara og þetta var bara svona... Og Valgeirs eftirliðsmanns. Þetta var svona, og dómarinn, þetta var svona love triangle. Vesen, allir ósátti með alla. Ég sem áhorfandi, ég elska það. Sko, Valgeir með þess að ennþá að tala við hann Aron. Já, það aldrei verið að... Það aðeins verið að tísta sko, en svo enduðu allir á því að sættast og sprittu á sér hendunar. Og þá fer leikurinn bara í gang. Halldór Ingi kominn í hægra hornið núna, enn eitt varamaðurinn hjá Haugum í hægra hornið. Ég bara fylgjast með framkvæmd leiksins. Já. Hvað segirðu, hver kominn inn á? Halldór, hægra hornið. Halldór Ingi Jónsson, já. Enn eitt varamaðurinn. Já, þetta náttúrulega það ekki eitt varamaður í þessu liði. Kemur Stefán Rafn og Bamrúk. Hann að drekka skjóta. Hann skítrættu við Lalla í markinu, ég skil það vel. Ég skil það mjög vel. Hann kominn aftur inn, Geir ferskur. Það skjóti ekki núna. Þetta bara rauningur! Hvernig þetta ekki rauningur? Þið heyrið hann í Basta suss á bekkin. Suss á bekkin, alltaf komið gult spjald á bekkin. Þetta er bara rauningur og ekkert annað. Já. Og Stefán horfir á Valgeir eftirlitsdómara og ágætið lorð. Þetta er náttúrulega bara kjaftaði og hendin kemur þá upp svona aðeins til að klóra í bakkan. Bamrú skýtur ekki, Tjörvi tekur eitthvað að dansa þarna. Það komnar eitthvað 40 sendingar býtur nú við, Tjörvi, hávörnin, glæsileg vörn hjá Fram í upphæði seinni hálfleiks. Stefán... Ég ætla að gefa Villa og Þorvaldi varið í vörnana. Bara geðu öllum punkt og það róa hana, má sjá. Herru, þá eru Haukarnir komnir í 5-1 vörn með Stefán Rafnir framann. Hann allt múlíkt mann hann í liðinu? Já, skitta, fristur fyrir framann. Áru veist að verður hann komin í markið. Það stöttist í línumanninn bara. Nei, hann náði ekki að grípa þarna eitt bolt á línuna á hann. Er eitthvað farin að panika Haukamenni? Það er eitthvað panik í saminni. Og Toggi kominn inn á! Já, herra frammættur. Villi! Já! 16-16! Já, Haukarnir kom að hratta á. Það taka hraða miðjum með Stefán innlýsingu. Hörðu. Já, Geir, þarna eitthvað. Bamrúk á Tjörva. Það er að róa. Herru, staðan 16-16 eftir 2 mínútur. Týri alveg pollróllir á bekknum, hann að japla á einhverjum ávexti. Herru. Þá skýtur hann. Setur sokk í andlit á Róbert þarna. Ég sagði. Nú hætti ég að tjá mig. Ekki að róa þetta aðeins? Já, aðeins að róa þetta. Nei, Stefán heldur bara áfram. Já, Villi kemur á varinn bolti hjá Adam. Og þá ver Bamrúk þetta bara út úr húsinu. Ætla Bamrúk núna að fara að taka yfir leikinn, eða svona það sem Róbert Árni lét hann heyra það. Já. Róbert Árni Guðmundsson, Robby96 á Instagram, getur sendt hann post eða eitthvað ósvöld með hann? Ég heiti ekki Robby96 á Instagram. Það er ángríns bara ekki rétt hjá þér. Nú, já, ég veit mér eftir að hitta á. Hann fá okkur að... Já, og Tjekkan. The Jack. Og sá óheiðarlega alltaf á 190%. Og Árós. Herra, 100% setur hann! Fyrsta skoti í dag í honum eða ekki? Nei, jú. Fyrsta skotið, fyrsta markið. Hann er búinn að fiska undan. Geiri varið. Ef þið var í þráina var ég brjálar. Það er ekki mikið línsendingu. Lalli ver 17-17. Og já, Stefán þar er fyrir útaf fyrir Togga. Já.
Heyrðu, þetta var skemmtilegt. Já, takk eftir því að Óli, hann kann ekki að vera á hægar en 110%. Eða semst, aðeins bara, hann er alltaf á 1000%. Hann er alltaf á full force færing. Herru, sérðu, nú kemur bara, nú kemur Þorvaldur út. Stráka mínir. Þetta er svo dýrt, sérstaklega núna, það er ekki hægt að segja hana. Hver var... Hei! Það voru 2 mínútur svo að Stefán bara. Stefán bara. Stefán bara út af með þig. Farðu út af. Sjáumst. Þykist verið eitthvað yfir. Sjáumst bara. Sjáumst. Hann skýtur langt eftir flautið. Má hann tala af eftirlitsmannum? Seri. Haukadæmið hérna sem ég var að tala um. Búinn að vera í landsliðinu og svona. Sko, ef Fram hefði gert það. Það væri bara búið að stoppa tímun og spjalda okkur eða gefa okkur 2 mínútur. Hann skýtur langt eftir flautið. Herru, Óli með... Óli með fiskabolta, það er fyrsta rauningin. Já. Jú, herra 100% skorar! Geggju sending! Hjá Stefáni eða ekki? Já, Haukarnir kvarta hérna við línu. Sérðu. Sko, það eru allir pirrar í húsinu yfir þessari dómgæslu. Og ég ætla bara að leyfa þessum dómurum að ítla með það. Hérna, þá kemur varamaðurinn inn á. Hann er markaðistur í liðinu. Þannig, sko... Hann byrjaði ekki inn á. Fyrir leikinu var hann með 92 mörk. Þú veist, markaðistur í Fram var með 73. Þetta er bara bull. Bamrúk og nú færum við harkalegt brot Stefán. Jettan! Gjörvi, allar eitthvað í... Þetta Villi bara með gott fríkast hana, með fyrsta fríkastið sitt. Og Lalli grípur boltan frá honum Tjörva. Heyrðu það? Röddin í teig. Dreftu mig ekki. Góð vörn! Nei! Ekki að hann að gefa, ef hann þarf að gefa 2. Svo liggur hann ofan á honum og Óli fær 2 mínútur. Á þetta dæm! Herru, nú fáum við myndavélina hérna aftur á bekkinn, sérðu? Sérðu? Get þetta ekki. Af hverju, á hvað? Það veit ég ekki. Þetta er bara bull og vitleysa, áfram gakk, næsta mál. Hvernig er Óli að rífa niður þráinn? Ég veit ekki, er ekki þráinn 3 metrar og 120 kíló? Ég var svo reiður. Helvítis kjaftaði. Já. Varmaðurinn inn. Þeim var nú 7, Orri Freyr. Ég er bara nóg að Haukabekkurinn kalli inn á og það er einhver fyrirvændi landsliðsþjálfari það. Þá bara kalla bekkurinn eftir að fáum þetta. Og síðan þegar ég fá eitthvað móti þá þurfa það... Að fara á mælaborðið og tísta. Aron Örn heiti ég. Bara, þú veist, drulliði mig. Þetta er ekki Fram, þetta er ég. Herri, nú erum við 5 og 5. Þetta er skemmtilegt. Nú sést hver er... Þarna var Þorvaldur ekki vakandi, ég verður bara svolítið að segja það. Það var svolítið erfitt fyrir hann en það var bara ekki link up playið sem við viljum. Og samt er ennþá 18-18. Ég veit það. Herru, nú eru við heimamennir einu færri í mínútu viðbóð, staðan 18-18. Nú kemur Tjörvi hérna, nú látaði Bamru fara upp og... Empire State skorar. Herri, sko, Aron tók af sér headsetið og fór úr peysunni. Það er búið að hitna í húsinu og það er búið að hitna í heimisinu. Það er hitt í mönnum minna. Ég var í 66 gráða norður flíspeysu. Esja, grá fyrir áhuga sama. Þú líka að taka þetta húnna? Já, það er mjög heitt hérna. Hún er North Face fyrir áhuga sama. Herru, nú erum við með 2 mennin á línunni. Við erum einu færri í 30 sekúndur viðbóð. Herru, hann er aftan í honum. Já, Toggi. Þetta verður 2 framara. Herru, mark nummer 3 hjá hann svona í dag. Já. Hann er bara búinn að skora svona flott. Hann er bara að setja slummunar. Já, það er eitthvað... Nú er... Stefán er mættur á miðjuna núna, leysir inn, Bomru. Geiri. Það er eitthvað lélega fæsla hérna. Þorvaldur grjótharður í vörninni, inn á varamannin. Og hann bara skora. Hann er ekkert eðlilega góður slúttar þessi gæi. Pældi að eiga svona gæi á bekknum. Hann er náttúrulega ekkert á bekknum. Pældi að eiga svona menn sem hann getur bara komið inn. Þetta er óþolandi. Það er bara að vera að finna einhver aðra stöðu fyrir Stefán. Skilur þú? Já. Herri. Já, Breki er hérna á dommaramerkinu, sko. Já, tjóðan. Herri, nú kemur Þorvaldur hérna aftur og leysir Breki inn. Og svo hvað?
Það plúsaði bara Villa, þá kemur Toggi. Vel leist hjá Haukunum og Þorvaldur. Nei, Þorvaldur. Þetta er hann Toggi. Toggi að frambúturis. Já, Basti kallar eitthvað kerfið hérna. Og hvað gerir Toggi yfir af galoppi fyrir Villa. Já. Já, þakkaði fyrir það Þráinn. Takk fyrir það Þráinn. Horfðu bara eins á leikinn. Já. Veistu hvað, við höfum bara gaman að þessu. Þetta er frjálst land. Það þarf að halda þessu lifandi hérna. Ég segi það. Það má aldrei neitt. Þetta er framtíð. Herru, Villi var að skora sitt 5. markinn í dag. Það er svakaleg markadreifing á framherjunum hérna. Hörðu, just handarhefingar er þetta. Og Bammerúk með alvöru flugferð. Og Framar að koma svona næstu í hratt á. Poulsen með sína signature. Þorvaldur grípur ekki og skallar Þráinn. Þetta er höfuðmeiðsl en það er ekki stoppað. Þetta er lína. Varamæðurinn stýrir á línuna. Já. Hver tapaði boltanum með okkur? Poulsen með lélega sendingu á Þorvald, eða þú veist, veit ekki. Já, ég sé. Það er ákveðmur Arnór Róbertsson inn nummer 26. Já, Þorvaldur fór vist eitthvað út að hann fengi eitthvað smá höggan á nefið. Já, hann fekk högg á hausinn sko. En staðan er 21-20 fyrir Haukum og Toggi gerir vel. Herru, Villi fer bara næstu alla leið. Þráinn heppinn að Arnór rykti þarna í hann. Já. Línumenn fyrir. Já. Þá byggjum við upp nýja sókn. Toggi leysir óvættinn. Þetta er glæsilega. Gríftu boltan, Arnór. Toggi. Hörðu, það er enginn að fixa á boltanum. Það er eitthvað skrítið að boltanum. Hver hérna skam á Arnór nú? Var það Toggi? Nei, það var Stefán þar. Villi. Nei, ég veit það ekki, þetta var ekki fæsla. Herru, maður sjá, Arnór. Já, ég nefndi basically alla útlínuna nema Stefán, ja? Já. Það er búið að pixa boltan. Toggi kemur með plássinn á miðina. Og klippuðu bara Kitta inn, Kitti leysir inn. Já, Kitti kemur inn og Villi. Þráinn kemur þó að hann og Arnór! Arnór komin í gegn. Arnór! Róbertsson! Komin á blað! Hver gaf á hann? Villi? Ertu ekkert að horfa á hann að leika? Nei, ég get ekkert verið í þessu. Ég bara hérna er að horfa á þetta. Maður sjá, þess vegna erum við playbackið hérna. Maður sjá. Já, sjálfsög, það var Villi. Villi með sína aðra stóðsendingu í dag, búið lítum stóðsendingar. Staðan er 21-20 eftir tíminn á leik. Kemur Tjörfi. Geiri á Bammerúk. Tjörfi á tvisvar. Toggi mætir í Geir og út. Já. Halló. Horfið á Hauka. Valgeir þurfti að taka grímuna Assilds að flauta. Stefán Hrafn var svo sem að bombaði sko í. Er þetta bara gult? Já, þetta er bara gult. Það var að vísu fríkast, þannig tap ekki boltanum. Nei, en Róbert, var þetta bara gult? Já, það var bara gult. Já, en sko, andlitsliturinn á Haukamönnunum er orðinn alveg eins og litinn og búningurinn þeirra. Nei, eins og sérstaklega á Stefán. Já. Því að hann barði á stólinn í þrígang og æsir sig í áttina af eftirlitsdómarunum. Og það er, hvernig ég Bastið gert það? Það er bara út úr húsinu. Þráinn hann á skora. Þráinn er að pakka saman ólagana. Skemmtileg kommentina. Nei, bara Þráinn að láta menn heyra. Þráinn að láta menn heyra. Já, ég er gaman á honum. Þá er Stefán ekki lengur framann og Brynjólfur er komin inn að skoppandi hérna fyrir framann. Kemur Villi bara í árás. Menn er ekki að halda í boltan í dag. Nei. Já, við viljum skrifast þarna. Við viljum að fá mækina á Þorvaldur! Hvað er þetta? Þetta að halda allir hausinn á Haukabænum. Þeir eru allir að spjaldi hérna.
Kemur Vilji Árásson. Glæsilegu tjekki. Stefán allar leið og hann verið sjálfur í andi, hann skaut ekki andi. Adam tekur skref og það dæmt skref framar. Heyrðu, halló! Kastar boltanum, það alltaf á suðupunkti hérna. Geir bara heldur boltanum í 2 sekúndur. Það eru Geiri og Bjöggi fann að gelta á hvern annan. Leiktíminn stoppaður. Já. Lækka aðeins í símanniðinu. Þið verður bara að afsækja það að við erum alveg á milljónina. Sko, það allt of mikið að fylgjast með. Þetta algjör veisla. Allur Haukabekkurinn að tala og... Hún kemur Toggi... Hún kemur Bastett að taka Villa aðeins út af og að setja Togga í hægri skiptu. Jésús. Og Andri Már kominn inn á. Hvað í gangi? Sko, menn eru geltandi hérna að síkvæmt á hvern annan hérna. Kemur Vilja. Óheiðarlegi inn, fær víti! Orri Brít og Aron. Aron hjá Haugum bara, hann veit ekkert hvað hann ætlar að gera. Þá Bernhö kemur inn Bernhö kemur inn á. Sko, þú þarft að vera helvíti kaldur núna. Já. Sko, það enginn búist í þessum leik, get ég sagt ykkur. Nei. Ekki sála. Nema framlið. Það enginn í Hafnarfirði sem hefur búist þessu. Nei. Bernhö. Yes, sir. Ég klappi fyrir þessu. Við höfum gaman að þessu og gefur öllum high five á Bernhum. Það sem hefur verið að skora mark í meistaradeildinni. Já. En ég gaman að þessu. Hún kemur Geir út af og Læðan kemur inn á. Sko, hvað Matti komið mörg mörk í deildinni? Það veit ég ekki. Þú ert í þeirri deild. Já, hann hlýtur nú að vera allavega í 20-30. Já. Bara punktinum. Bara punktinum, sko. Hún kemur Tjörfi og Orri leysir inn. Það jaft ef þið sjáu ekki á töfluna. Já, það sést allt mjög vel. Og Bammerok á læðina. Orri galopinn inn á línunni. Nei, Dúra Silva með þetta. Tjörfi. Kitti aðeins og seinna í... Þá fer Týri í ramman á móti Stefán Rafn sem braut 2 stóla hérna á hann. Já. Á bekknum. Ef ég man rétt, Týri í einhverjum 68% á punktinum. Ha? Já. Samkvæmt Hobbystats. Þetta rosalegt fyrir markmann á vítalínu. Þetta. Herðu. Já, sérðu stjörnustæluna? Já. Að láta flauta sig á bekkinn. Á línuna. Já. Nei, fyrir ekki á línuna. Já. Frábært víti. Alveg til fyrirmyndar. Ætla að standa í samningnum hans á eiga að taka vítin? Alveg pottjætt. Ég bara að grínast, rói ykkur. Kemur ykkur fæsla. Stefán leysir inn. Toggi skilur hann bara eftir. Skilur hann eftir vind 1 og 2 og fær. Ódýrt fríkast, ég get sagt ykkur það. Sérðu, við erum ekkert hlutlausir. Þetta bara ódýrt. Þetta allt og ódýrt, sko. Sérðu, Toggi feikaði Brynjólfana. Sjáu sprettin í Óla, það. Stefándari. Þetta voða erfitt þarna með réttendan hæra megin núna. Nú hönd. Góð vörn. Góð vörn hjá honum á Empire State. Já. Þetta flikki, maður. Höndi komin upp. Duracell setur hann. Þegar Andri lætur þetta skýtur hann engum á því. Hún er drullu saman, sko. Stefán. Ykkur snúningur! Hæ? Þetta ekki mark ásins, eða? Herru, hann tók 360 og skoraði. Má þetta? Og Haukam bara ekki í jafnvægi. Sko, hann tók bekkinn á Haugum algjörlega á jafnvæginu. Ég var búinn að ákveða þetta. Þetta er rugglað. Þetta er rugglað múf.
Ekki skora, please, Kóranörd. Sorry, þetta var rosalegt mark. Stefán Darri. Við vorum að fá okkar komment en að lesa þetta. Ég ætla að kíkja á það fyrir mig. Herru. Takk fyrir aðþráin. Já. Takk fyrir þetta þráin, mjög gaman að þið líka. Vá, herru, ég ennþá bara að jafna mig hérna, sko. Nú kemur Willi. Það frábært. Nei! Stefán á honum! Hæ? Æja, ok. Reif hann á hann. Heyrðu, allavega Það held að Stefán hefði tapað þessu bolta. Já, vont eftir mark ársins. Já, Nei, líka sko ekki yfir bara eitthvað stubb í þristnum. Nei. Þetta fór fram hjá þráinn. Já, Empire State. Enda var hann tekinn út af núna, sko. Já, þá kemur varamaðurinn Heimir Óli. Heimir Óli, varamaðurinn. Svona 30 íslensmetrar til þar. Bomrúk setur hann uppi fjær. Rosalegt mark. Basti tekur leiklega. Ég var akkurat að fara að segja. Á Basti ekki að taka leiklega. Já, nú er aðeins að róa línin, sko. Já, þú veist. Aron Kristjánsson er ennþá að róa Stefán niður, sko. Það er eitthvað hitt í landsliðsmannum. Já. Fyrirhandi. Er hann ekki án þeirra stegi? Nei, ekki núna. Já, þú veist hvað ég minna? Já, ég veit hvað ég minna. Svona hann er inn í pool. Er hann ekki pool í henni eða? Sælir, ég var að ræða þetta eitthvað. Það er rosalegt! Þetta var svaregt. Þetta er mark ásins, eða ekki? Þetta er mark ásins, punktur sko. Þú tekur ekki snúninginu þegar höndin er uppi, mótið þráinn og Bjöggi í marki tekur ykkur 360 sem að sést ekki. Ég hef aldrei séð þetta. Og skorar í þokkabót. Vannvirðingin gegn. Já, ég meina, Haukarnir bara fengu þetta í smetti á þessu. Þeir ætla að reyna ykkur að sirkusa henni í byrjun leiks. Já, Stefán bara... Not in this house. Þetta er það sem maður sækir í. Hefði hann klúðrað þessu, þá væri hann var sestur á bekkinn og fengið ég frá aftur inn á. Þetta fær í hvað þetta gera, maður. Já, en þetta verið í mark ársins. Er það ekki? Jú, ég ætla bara að kalla þetta núna, þetta er mark ársins. Ég ætla að reyna snögglega markaskóra hjá fram. Vilja markast með 5 mörk. Andri og Stefán eru svo með Sikor 4 mörkin, svo Kitti með 3, Þorvaldur með 2, Snæsi 1, Óli 1 á punktinum og Matti með 2 á punktinum og Arnór sem leiðist með 1 mark á línunni. Ég er ekkert með Haukana, ég datt alveg út. Nei, þú ert alveg búinn að detta út hérna. Við bíðum bara Hafnfirðingana afsökunar. Ég skoða þetta eftir leik. Vellinni geta róað sig. Já. Herru. Mistur var hann. Sko, hann skoraði. Já, var hann á línunni, sko. Hann var heppinn að fá fríkasti, vil ég meina, sko. Sérðu, Basti vill núna að Andri sé eitthvað trýta hana undir þristinum. Já, aðeins að losa sig, sko. Tókki mig út og 2 fær! Þetta get ég bara sagt, hver er ekki víti. Þetta er ódýrt víti. Eru þeir með hennan leik upp á 10 þessi dómar, eða þú veist, eru þeir að höndla leikinn? Það veit ég ekki, maður. Nei, eru þeir að höndla, Róbert? Eins og sé, ég er bara leikmaðurinn, sko. Já, ég er líka bara leikmaður. Það er Matti á punktinn. 3. Þetta úrafselt kann er næst inn, eða? Já, Andri Sigmarsson, Skeving, með varið. Herru, hérna, má ég sjá. Toggi með friska víti. Þakkaði fyrir það, Bjarni minn. Gerum mitt allra besta hérna til að gjamma eins og ég get. Þetta Bjarni formaður, eða? Nei, þetta er... Já, ég veit hvað þetta er. Þetta er Gunnlaugsson. Já, það eru frábær vörn hjá þristaparinn okkar. Ég ætla að gefa Þorvaldi þetta fríkast. Já, leysir Orri inn. Stefán komin í skittuna bara. Já, hann er út af allan vörn. Og herðu! Heimir Óli að fá ólulega blokk. Já. Og frambekkurinn, hann er búinn að klappa í 10 sekúndur. Já. Já. Jájá, mjög gaman að þessu. Herru, fylgist nú með Andra. Andri er hérna... Langur yfir Toggi! Þorgrímur Smári, akkur ferði ekki í gegn, en Villi græðir það. Villi græðir það bara. En Toggi,
Jesus, maður. Þetta mjög ólíkt okkar manni. Já. Hann byrjaði ekki leikinn. Það er svolítið... Það er alveg svoleiðis. En þú veist, já, ég meina, vanur startir og erfitt með að byrja á bekknum. Já. Það er bara skrítið þegar þú ert vanur að byrja inn á. Það er bara... Já, það er bara svoleiðis. Það er bara alveg svoleiðis. Síðan fyrir sumar skiptir þetta akkurat engu máli. Herri, Stefán Hrafn náði ekki að skora þar fram hjá Villa. Villi braut vel á honum. Nú kemur hvað? Læðan á Tjörvi í gegn. Tjörvi í gegn, já. Skora bara, já. Sko, hann Aron, þjálfari Hauka, hann er að skoppa hérna á hliðarlínu. Toggi svara! Já. Toggi svara þess að skýti á hann, en... Já, við skiljum hvað ég meina. Við skiljum þetta. Já, Þorvaldur og... Þetta er þvílíku leikur, Robert. 26-25 fyrir Haukum. Þorvaldur og... Heimir er að kvart yfir að hann fá ekki að koma sér í stöðu og því að Stefán og Þorvaldur leifur hann bara ekki að koma um línuna, bara standa í staði við hann. Þorvaldur ítir aðeins með. Já, ég meina þess. Þú veist, vil ég ekki bara að við komum heimtleikur eftir og... Það er... Þetta er svo auðvelt hjá honum Geir. Þetta stoppaði þarna og varst að fara með þetta út í kjaftaði. Nei, dómarinn fjall í þessa gryfju. Þetta er ódýrt, það er hægt að dæma á þetta, það er líka ekkert að dæma á þetta, en við tökum þessu bara því að þarna gæti leikurinn bara gjörsamlega hafi verið að fara frá framörum ef við skoðum stöð og tíma á gang leiksins. Já. Eða þá bara Lalli loka grillinu. Já, Lalli er ekki búinn að vera að taka voðalega mikið í dag, þó að sé búinn að taka eitthvað, en þú skilur hvað ég er að fara, ekki? Hann er svona, Stefán er rosalega kósí mark, tekur yfirhöndina þarna á Þorvald og skorar bara nokkuð gott mark. Já. Staðan er 25-28 eftir 22 mínútur leik og nú kemur markmannsskipting. Valtýr Már Hákonarson kominn í rammann fyrir Framara. Já, Jón minn, það er beint í Dorms. Já, hún leysir Óli inn og leysir aftur út og Toggi á Villa. Vondsending og Toggi bara með eina bombu með sitt annað mark. Staðan 26-28. Það væri frábært að fá Togga til að stíga upp síðustu mínúturnar hérna. Já, þetta er... Ok. Ég er að skynja svona panikfíl hjá Haukunum. Já, þú veist, við getum orðað þannig að þeir voru ekki að búast að mæta niður í Samýrin og fá leik. Nei. Eða svona leik. Ekki svona leik. Þú sér líka Aron Kristjáns á bekknum. Það er bara, hann stoppar um. Já, Stefán Hrafn. Jísu. Eins og ég var að segja með Lalla á hann, þá er Týri komin í rammann og Stefán Hrafn hoppar bara kósi upp og setur hann í fjær. Þetta er orðið núna mjög erfitt. Jep. 29-20, þetta er bara 3 mörk á móti liðin í efsta sætinu sem er by far, þetta er atvinnulið, Róbert. Þetta er atvinnulið, við getum orðað þannig. Sem er á og Willi setur hann undir andra. Hann glimti í skifingnum. Willi með sitt 7. markinn í dag. Núna þurftum við 1 stykki í stopp í vörninni. Já, Basti er að spyrja hvort Andri sé klár. Andri klár. Andri klár. Get lofa okkur því hann var ekki að segja nei. Nei, Basti, ég er ekki klár. Líklegt. Stefán ætlar að læða honum inn og Heimir nær honum út í horn á bombrúkinn og hann setur hann yfir Týra sem er í loftinu. Það er nokkuð skemmtilegt, segir svolítið hvað hann fór hátt. Næstu í stólinn bolti. Næstu í stólinn bolti á hann Brynjólfur Snæ. Er Aron búinn að horfa á nokkuð framu hvenna hérna hjá okkur með þetta kerfi? Þetta er nú svolítið frægt kerfi, Já, nú, er þetta ekki fundið upp í okkur? Jú, Stefán fann þetta upp hérna, Stefán þjálfari. 92. Toggi með tapaðan bolta, Stefán Hrafn ætla bara sjálfur. Fer alltaf leið og skoða. Já. Stefán Hrafn er bara að klára þetta. Basti vill fá eitthvað, en
Basti tekur leikhlé til að gera loka allegum mögulega ná þeim. Heyrið átt kannski á tónum á mér að við erum að missa þetta í 4 mörk. Þetta svolítið farið frá okkur svona ef við bara erum raunsæir. Já. En það getur allt gerst í handbolta, ekki miskilja. Já. Þannig að ekki vera að slökkva alveg strax. Getur sagt ykkur hvernig þið megin slökkva. Það getur allt gerst í þessu. Síðan gott shoutout á hann Agnar og Arnór, þeir eru á kústónum í dag, standa sig eins og hetjur, mjög flottir. Agnar hann vildi fá smá athygli, hann mættur í bleikum skóm, hann og ekki að... Við skulum fá nærmynd á hann Agga. Hann í stullum líka, hann tilbúinn. Hann klár ef einhver meiðist. Já, hann svona, hann vil bara vera með. Já. Nei, ég nú bara að grínast með það. En svo ef við zoomum á hann Arnór hann ekki ennþá mættur í íþróttabuxuna sína. Nei, hann ekki að fara á æfingu, ég ætla aðeins að bakka hann upp. Fer ekki að taka hann á lífið hérna. Menn eru klárir. En hugsa fram í tíman hér. Já, sko. Já. Nú var Basti að... Við vitum ekkert hvað þetta var. Já, en nú var Basti að teikna upp í eitthvað. Hann tók teiknitöfluna sem hann sponsiði fram. Fær fram. En þetta voru merkt fram. Upp í hægra megin, með litlu svona fram logoi. Já, hann var haft mikið fyrir þessu hérna í fyrra. Já. Að henda því í þjálfara. Ég að selja mína, 2000 kall. Það nú sækjum við Villa. Stefán, hann skoti fyrir í leiknum. Já. Olsen fer á þetta. Skýtur yfir og... En þú veist, þetta hárrétt að láta hann skjóta og hann búinn að vera þessi maður að klötsa þessi skot. Heitasti maðurinn okkar. Núna Andri byrjar að mæta á Adam og Adam svo vægast sagt búinn að stíga upp síðan við létum hann, síðan Róbert lét hann heyra þetta. Hann búinn að tróða sokki vel upp í munum. Já, og aðeins að vakka honum til í leiðinni þar. Það nú kemur Júkkarhreyfingin, Andri fylgjur honum ekki, ok. Svo mikil holning á þessu haukalið, bara allt sem þið gera, þólandi. Já, nú kemur höndi bara upp. Geir upp, Finnur, Heimiróla og það mark og... Þetta er bara eins og að drekka vatn fyrir þá. Ég spenntur fyrir viðtalinu við þjálfara Framar eftir leik. Já. Andri... Dúraselin! Sjá! Sko myndalinn náði ekki boltanum hann þetta var svo fast. Já, Andri minnst 5. markinn í dag. Sko, menn veltaði fyrir sér hvernig Andri nær að skjóta svona fast og vera léttasti maðurinn á vellinum. Ég get ekki svarað þessu. Ég sá hann inn í lyftingaklefanum í gær. Ég var með styrktaræfingu í 4. kalla. Já, ekki miskil mig, það styrkur í honum, en þú veist... Já, bara ef þú ættir að sjá hann í gymminu, sko. Hann er gym rat. Það ástæða fyrir. Þeir eru byrjað að lappa í gegnum okkur hérna síðustu mínúturnar. Nú er þetta ekki orðið svolítið damage control, svona ef við erum raunsæðir. Skulum bara aðeins reyna að minnka muninn og mögulega ef eitthvað, akkurat. Basti kallar þetta Júkka hægra megin og Breki kemur út á og inn á kemur herra 100%. Þorvaldur, hann kallar sig sjálfa, við skulum hafa það á lórinu. Hann baði að kalla sig herra, þetta er skemmtilegt. Já. Stefán, annað 360 kannski? Nei. Já, herri, þakk. Þú búinn að gleyma þig. Næstu í gripinni á herra Skeving hérna og nú ætla Haukar bara rólegir að sigla þessu heim. Ég mun horfa á þetta snúningsmark svona 7 sinnum áður en fer að sofa. Þetta var rosalegt. Það var svona hápunktur Framar í leiknum vil ég meina. Með þráinn á móti sér og með höndinu uppi. Það er alveg svo leiðis. Þetta er mjög svekkjandi meðan við framvist að... Já, sér þetta. Núna eru bara hann að spila það sem að... Sérðu, leiður róast aðeins Haukarnir, þá er þetta ekkert mál fyrir þá. Þeir hafa bara stressast eitthvað upp. Sérðu stærðina samt á liðinu sem er núna inn á vellinu. Þetta er það sem ég... Ertu að sjá þetta? Já, ég elska ekkert meira en góða holningu á liði. En 34-28. Væri ekki fínt fyrir Framar að ná 30 mörkum á Hauka. Það væri haskoti, þá væri það bara vörnum sem væri okkur að falli, getur við ekki orðað það þannig? En það eru
Já, sérðu. Litli strákurinn að klára þetta. Herra Duracell. Hann ekki sponsaður af Duracell. Akkur hann ætti að fá það að sponsa stullunar. Andri ætla að vera lúmskur þarna. Það eru 2 mínútur eftir og ég kannski flettu upp á B-Stat svona svo að sé. Já, svona fyrir áhugasama. Já, ég hef einhvern veginn að hlusta á okkur hérna eftir leikinn. Já, ég hef svona fólk henni í. Þetta verður þá bara til. Já, þetta verður til á veraldavefnum. Amirúk. Já. Það er búið að róast í lýsendunum. Það er búið að tróða sokk í okkur. Nei, ekki svoleiðis því að voðalega færin að vera í bakinu á hann. Nei, þetta er ekki búið að tróða sokk í okkur. Við skulum muna það að þetta er Haukar. Þeir eru... Þetta er atvinnulegi sko. Væga satt á toppnum. Þessi leið mér fá borgað fyrir að spila handbolta. Já. En Framarar gáfu þeim svo sannarlega leik. Já. Það er ekki að segja annað. Og ég elskaði hitan sem var hérna. Var þið gegnvili? Nei, Kitty minna ég. Ég hafði mjög gaman að hitanum sem var hérna mest allan leikinn. Ég vil oftar svona læti. Já, sorry. Heyrðu þetta? Þið heyrðu þetta. Þá fáum við Kæró með breka. Kæróinn, Andri. Stefándari. Það er aðeins að bæta í mörkin sín. Þá er bara 40 sekúndur eftir og við ætlum að leyfa þessum leik bara að rúlla. Já, svona fljóta sitt skeið, Haukarnir kannski. Ætli er... Nei, hann ætlar ekki að taka leik. Nei, en ætli er séu að taka hérna sirkus. Já, þeir eru búin að feila á... Feila á 2 sirkusum, menna. 2 í dag, já. Mér finnst það lélegt. Mér finnst það askoti lélegt. Já, ég minna Stefán tók... Kemur Heimir. Hann tók öll highlightin fyrir leikin. Kemur Heimir. Og hvað? Geiri. Setur á tjörfa, 10 sekundur eftir alltaf að brjóta. Stefándari bara lætur brjóta á sér. Voða eitthvað. Boring. Er hann ekki að nenna þessu? Já. Og tekur... Já, ok. Thank God. Hann tekur hana aftur á... Hann tekur hana aftur á... Sendir aftur fyrir inn á Heimiróli og Heimiróli sem betur fyrir klúðra þessu. 35-29 er loka staða. Stefán Rafn atkvæðahæstur með 6 mörk, síðan er Adam Haukur með 6, Geir með 5, Þráinn með 5, Brynjólfur 4, Orri 3, Heimiróli 3, Tjörfi 2, Guðmundur Bragi með 1 og... Jesús, ég get sagt ykkur það að þeir 5 markahæstu eru allir með yfir 85% skotnýtingu. Það er alveg svo leiðis. Það er mjög gott og síðan er... Nei, ég sé nú ekki markúrsleginn. Það skiptir ekki máli. Nei, það var ekki mikið 29 mörk og 35 mörk. Síðan á framörum þá er Kitty með 3 mörk, Andri setur 6 mörk, Duracell kannan. Síðan er Stefán með 4, Þara 1 sem er mark ársins. Það er sem sagt tímabilsins. Síðan er Villi setti 7 mörk, Snæsi setti 1 og Þorvaldur 2, Toggi 2, Óli 1 úr víti, Bernhöð Daðarsson 2 úr víti og Arnór Robertsson setti 1 mark. Síðan verður að gefa shoutout á Villa fyrir að vera stóðsendingahæstur með 3 stóðsendingar. Höfum við eitthvað meira að segja, Róbert? Ég er mjög ánægð með þennan leik, mjög ánægð með hitann. Ég fílaði þetta. Ég fekk að gjamma hérna eins og ég bara... Eitthvað skemmtilega komment sem að koma hana auðvitað? Nei, en þakka bara kærlega fyrir áheyrn. Þetta hefur auðvitað verið hörku leikur þar sem voru askoti margir að horfa. Við þakka bara fyrir okkur. Takk og bless.